Jæja, þá erum við mætt í enn eitt þáttinn af baráttunum Ísland, ekki veitir af núna með við það sem við okkur blasir í lok ágúst, en ætlum við ekki, það ekki evran og kostir og gallar og og kannski einhver varúðarorð hvað það varðar að leggja alla áherslu á upptöku evru? Jú, það ekki. Aðeins einbytta ykkur á því og líka bara ná utanum kannski það sem við höfum verið að sjá undanfarna daga, jáarana. Já, jáararnir komu svona með áhugaverðum hætt inn í þetta. Þarna eru ákveðnir einstaklingar settir í fyrirsvar sem að svona allavega það sem maður hefur lesið eftir viðkomandi, allavega þegar þá tvo sem að mættu þarna í viðtal til að kynna samkunduna, þá eru þetta einhverjir hörðustu jáarar sem að ég hafði vitað af hér heima. Og nú allt í einu mæta þau og segja, já, við erum svona, já, kannski. Ég held að sé raunverulega ekkert kannski hjá þeim. Nei, ég held ekki, enda skýra þetta sjáarar núna ekki. Jú. Þeir vilja sjá allt yfirlýstir Evrópusambandssinnar sem að auðvitað væri bara heiðilegra að spyrja okkur, viljið gangi í Evrópusambandið, en það þarf einhvern veginn að taka okkur eitt skref í einu. Þannig ég held að sé enginn í þessu hvað segir maður, sjáhóp sem fer fyrir honum sem að vill ekki gangi í Evrópusambandið. Er þetta svona að því að þeim þótti mér ekki alveg nógu vel að eigin mati að selja hugmyndunum að kíkja í pakkan? Að þetta sé svona önnur atrenna því að setja þennan kannski stimpil á sjálfa sig. Já, ég held það og vera að reyna að teikna upp að þeir sem segja nei séu í raun og veru bara einhvern veginn að eyðileggja fyrir öðrum. Já, það er svolítið skrítið. Ótrúlega nálgun finnst mér og alltaf því ómerkileg að halda því fram að þeir sem að vilja ekki fara í þennan leiðangur að kíkja í pakkan sem þó galopin og liggur bara fyrir og Evrópusambandið eins og það að þeir sé að taka einhver tækifæri frá framtíðarskynslóðum eða hvað það nú er. Heyrðu, framtíðarkynslóður að ræða þetta mál bara aftur eftir 10-15 ár? Já, þetta er náttúrulega ótrúlegt og líka stillis upp svona og ég allavega hef ekki fengið að heyra neitt hvað mögulega við getum fengið að sjá í pakkanum annað en það sem Evrópusambandið er. Þannig auðvitað getum við fengið að sjá hversu lengi við verðum að aðlaga okkur að Evrópusambandinu, hvaða undan þá við fáum tímabundið en ekki varanlegar. En það sem við viljum ekkert tala að öllu tækifæri sem við taka ungu kynslóðinu með því að festa okkur inn í þessu bákni núna þegar að framtíðin er á flegi ferð og gervigreindin þýtur áfram og Evrópusambandið er að dragast langt aftur úr. Já, og framtíð Evrópusambandsins jafn óljós og hún er. Algjörlega. Ef við horfum til Draghi-skýrslunnar og fleiri skilabúða sem að vera að koma frá þeim sjálfum, þá eru þeir mjög óvissir eigin framtíð. Hvað þá að við séum að banka upp á í þessu brennandi húsi? Já, þess vegna finnst mér líka svolítið svona eiginlega óheiðarlegt er að vera að tala um það að við neyjarar sem segjum bara nei takk, við sem að skemma fyrir öðrum sem vilja bara sjá samning, það er aldrei minnst á hvað gerist ef við segjum já. Það verður engin fjárfesting hér í sjávarútvegi landbúnaði í bara einlega flestum geirum að því að fer alltaf stopp. Þannig að við erum átt okkur á að það hefur afleiðingar að segja já og þetta er ekki hræðsluáróður. Ég myndi segja að það er hræðsluáróður að vera útiloka neyjara með því að tala ekki heiðarlega hvað það þýðir að segja já. En þessi flokkar telja sér nú kannski hafa góða reynslu af því að útiloka. Já. Það hafa gert að útiloku sjálfstæðisflokkin í Reykjavík fyrir 4 árum síðan, miðflokki núna og svo þar fram til götunum. Er þetta kannski bara eina taktikinn sem þeir kunna og treysta sér til að klára til enda? Þetta er alveg frábær punktur. Ég hef nú ekki hugsað þetta svona, en þetta er svona það sem þeir gera. Þetta er þeirra leið til að kannski málefnilega takast ekki á við fólk og málefni. Það þarf einhvern veginn að fara í þessa útilokunar búlíisma og teikna aður upp sem einhvers konar hættulega aðila. Nú er það þeir sem segja nei takk, þeir eru að skemma fyrir öðrum, einhvern veginn voru útilokað miðflokkurinn út af því að við áttum að vera mástu miklu rasistar af því að við vildum taka útlendingamálum. Núna eru þau þar Já, akkurat. Þannig að þetta er... En getur verið að sjáararnir átti sjá áhrifum vegferðarinnar þessum tíma frá því ef niðurstaðan verður já í lok ágúst þangað til aðlögunarferlin er lokið og þau treysta sig til að leggja samning fyrir. Ég óttast að þessi hópur, og þegar maður sér sérstaklega hvernig þetta er mannað, með svona harðkjarna jáurum, en sem koma núna fram undir merkjum þess að vera svona já kannski, jafn skrítið það nú er, en og minnum á það, við erum að ræða eftir að Kristrún Frostadóttir er týnd í þessum efnum. Já, alveg. En ég held að sjávararnir
átti sig alveg á hvað mikið unnið fyrir þeirra málstað ef að menn komast í gegnum jáið í ágúst. Því að þá fer bara af stað þetta ferli sem að Evrópusambandið ramma svo skýrlega inn í því plaggi sem Morgunblaðið hérna birti. Núna ætli það hefur ekki verið seinniparta apríl og þá er svona þessi vegferð hafin og aðlugun hefst og Evrópusambandið er nefnilega alveg heiðarlegt með hvað býður. En sjávararnir vilja fela það með öllum tiltækum ráðum, tryggja það að við sjáum það ekki. Hvað framundan er. Já, klárlega og það geta allir flett upp til að mynda samningu við aðra þjóðir. Þetta er alveg skýrt eins og þú segir, við vitum hvað Evrópusambandið er, aðra þjóðir hafa gert þessa samninga og þeir snú alltaf að því hvernig löndin ætla aðlaga sig að Evrópusambandinu. Já, ekki öfugt sko. Akkurat. Þannig að þetta er alveg opið og ég held bara að þetta sé leiðin vegna þess að meirihluti landsmanna hefur sagt að hann vil ekki ganga í Evrópusambandið. Þannig að þú stofnar flokk eins og Þorgerður Katrín utan þetta eina mál og fólki í kringum hana, þá er þetta bara þeirra nýja leið til að svona taka eitt skref í einu og við vitum alveg hvað hún mun gera. Hún mun koma fram og segjast að hafa fengið allskins undanþágur, alveg eins og með ETS skattana. Og hvað gerist? Þetta voru enga varalegur undanþágur. Það eru bara að lenda okkur núna fullum þunga. Það var nú það sem við miðflokknum sögðum strax á fyrsta degi þegar Ursula von der Leyen kom hér í kaffibúði til Katrínar Jakobsdóttur í ráðherrabústaðnum að þetta væri engin undanþága, þetta væri engin lausn, þetta væri bara gálgafrestur og nú er það komið í ljós. Já. Og bara það sama mun væntanlega birtast okkur þegar komi sjávararnir aðlögunarferlin af stað. Já, þetta einmitt og er í öllum málum eins og til að mynda. Já, kannski bara til þess að eigi séns á að fólk segi já hér í ágúst eða eins og þau vilja segja sjá sem að þá þurfa þau, ég veit að fólk er ekki alltaf vel við að nota þessi orð beita blekkingum en þau þurfa svolítið að gera það í hverju skrefi að því að, og þau sjá að það hefur virkað vegna þess til að mynda þegar ég átti orðastað við Þorgerði Katrínu hérna inn í þingsal þá kemur hún bara í pont og segir að Króatía sem var síðasta landi sem gekk inn hafi ekki fengið varanlega undanþágu því þau óskuðu ekki eftir henni. Það er bara ránt. Þau óskuðu eftir varanlega undanþágu frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Síðasta landi sem fór inn og hvað gerist? Þau fengu bara nei. Annarkvort haldið áfram og fáið ekki þessu undanþágu eða þið bara hættu að segja Þau héldu áfram með engu undanþágu. Þannig að það er þetta bara alltaf sagt eitthvað til þess að í þeirri von að við tökum næsta skref. En þetta byrjaði ekki vel með þessari svona, og ég svona er aðeins sammála að það er leiðilegt að vera einhvern veginn í þeirri stöðu að þurfa að nota orð og hugtök eins og blekkingu, en það er bara það sem blasir við okkur, þannig að við verðum dálítið að tala um hlutin eins og þeir eru. En sko þetta er einhvern veginn, nú svona áður við förum í evruumræðuna á eftir en til dæmis bara Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra virðist alveg horfin að yfirborð jarðar í þessar umræðu og virðist ætla að skilja viðreisn eftir svona eina í slagnum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún hefur ekki stigið inn í þetta. Ég hef ekki veitt í athygli að Hanna Katrín Friðriksson hafi stigið inn í þetta að neinu marki, þannig að Þorgerður er einhvern veginn dálítið ein í slagnum núna með síðan þessum baksveitum sjáurunum og opinberu jáurunum en allt ber þetta sama merki að það er ekki verið að tala um hlutin eins og þeir eru. Nei, nákvæmlega. Þetta er einhvern veginn þetta fyrir okkur kannski sem að erum svolítið búin að vera að fylgjast með þessu verður þetta alltaf eins og einhvern veginn leikrit finnst mér að búa til eitthvað sjá og það koma bara hver og fætur öðrum sem eru þekktustu Evrópusinna landsins og láta eins og þú sagðir henni í byrjun að þeir vildu sjá eitthvað, þeir vita alveg hvað Evrópusambandið er og vita hvað mekanismi fyrir á stað algjörlega sko í ágúst ef að niðurstaðan í já. Þannig að auðvitað getur maður ekkit annað en sagt að manni finnst það ekki alveg heiðarlegt en þetta er í öllum þeirra skrefum sko auðvitað vilja þau tala fyrir Evrópusambandinu en til að mynda líka, það er mikið búið að tala við okkur um Írland og það er alveg rétt að Írland hefur vegna vel undanfarið. Það var mjög mikið gæfispor sannlega fyrir þá að fara inn í Evrópusambandið. Af hverju? Þeir fengu aðgangi inn í markaðanum. Við höfum hann
þau eru aldrei að tala það er alltaf eins og við séum fá allt annan markað Já, já. heldur en það sem við höfum í dag en fyrst og fremst þá lækkaður skatt á fyrirtæki og hverjir eru að kvarta við því núna? Evrópusambandið sjálft þannig að þeir eru aftur byrjað að hamast í írum sem að eru að gera góða hluti. Það er nú oft sagt að sko með EES-samningnum höfum við innleitt kostina við Evrópusambandið en nú er að reyna að innleiða gallana. Algjörlega. Það er svona bara, væri ekki bara fínt að sleppa því. Jú, maður hefði einhvern veginn haldið á og eins og blasir við auðvitað að þær þjóðir sem eru sterkastar efnahagslega í Evrópu eru utan ESB, Noregur, Sviss, við, svo einhverju séu nefndir. En ég meina ég er alveg algjörlega sammálaður og til að kannski gætu sanngirnis að því nú erum við svolítið svona vera að rífa í okkur það sem að okkur finnst við ekki vera að fara rétt með en ef við horfum á þetta bara raunsætt hvað myndið þú segja Beggi að væri gott við það að segja já því að jáararnir sjálfur er ekki bent á það hvað er það, akkur getur ekki bent á mögulega góða hluti sem getur fengið út þessum samningi er það að því að þetta snýst bara hversu mikið við viljum gefa eftir fullveldinu, sjálfstæðinu að það er erfitt að benda jákvæða eða akkur eru þeir ekki að benda á mögulega kosti að fara inn umfram það sem við höfum er það þeir ekki til eða hvað er málið? Sko, þetta er mjög góð spurning. Ég hef á tilfinningunni að þau svona vilji gjarnan forða svona dýpri umræðu hvert og eitt atriði sem þeim þó þykir skást. Bara umræðan evruna er svo miklu flóknari heldur en það sem þau flagga varðandi það að vextir dúndrist niður sem eru auðvitað annarkvort byggt á miskilningi eða bara eða aftur hreinum blekkingum. Ég held að þau sé alveg búin að greina þetta meira á dýptin og þess vegna viljið ekki fara inn í djúpa umræðu. Ég held að þau vilji ekki fara inn í umræðum vinnumarkaðinn eins og formaður Evrópuhreyfingarinnar frekar en framkvæmdastjóri lýsti því að það væri frábært að kaupa ódýrt kaffi í Ungverjalandi. Það væri ekkit vandamál að selja ódýrt kaffi á Íslandi ef við borguðum kaffithjónunum 500-600 krónur á tíman. Það væri bara ekkit vandamál. Þau forðast að tala þetta í einhverju samhengi og heildarmynd og það er auðvitað það sem myndi mæta þeim. Ég held að vilja alls ekki tala sjávarútvegsstefnuna og ég held að sko jafnvel þó að sko það kemur svo staða sem ólíklegt er mjög raunar að við fengjum undanþágu frá sameiginlegu fiskveiðistjórnarstefnu, bara værum alveg utan hennar, þá er allt hitt eftir. Allt hitt rastlið sko og öll hinn vandamál Evrópusambandsins. Þannig að jafnvel þó að næðist árangur þetta eina atriði sem að sko þau hanga á að vilja með einhverjum orðaleppum þegar þar kemur segja hafi náðst undanþágu frá sem að verða þá væntanlega jafn tímabundnar og aðrar undanþágur. Bara þá aftur, þá er allt hitt eftir. Já, það er ekki mikill áhuga að ræða atvinnuleysið eða að stór hluti ungs fólks í Evrópusambandinu er atvinnulaust er ekki endur saman, getur ekki keypt íbúðir, nú er ekki teknir eitthvað svart mynd, en það er bara staðan. Nei, þetta er rétt, það er ekki áhuga að tala það. En sko ég held að ef það er eitthvað eitt, sko matvælaframleiðslu innlenda, þau vilja alveg örugglega ekki fara í djúpa umræðum það, sko, svo maður sé nú sanngjarnt, kannski er þeim bara vorkunn. Það er ekki mörg tækifæri sem þau hafa til að tala, setja mál á dagskrá sem þau geta síðan farið í djúpa umræðum. Nei. Og eitt af því er auðvitað það sem við ætlum að fara eftir evruna. Já, en þá langar við kannski að spyrja þig, fyrst þú orðar þetta svona, getur verið að sé líka, gefum okkur það að við fengjum myndum fá Það fengi alla þingmenn og ráðherrana til að segja, ok, þið allavega afsalið ykkur réttindum til að fara að vinna út í Brussel. Myndið ekki gera það? Ákveð ekki. Nei, einmitt. En myndið ekki bara missa áhugan? Er þetta ekki bara stór hluti? Það er eitthvað svona klíka sem að sér fyrir sér að þetta sé bara leiðin fyrir þau að fara í eitt af þessum störfum. Ég óttast að það sé hluta þessu og ég til dæmis lengi óttast að það sé partur af því ákveður svona stór hluti fjölmiðla umhverfisins sé svona áhugasamur þetta. Það sé svona einhver vonum annarkvort störf á þeim vettfangi eða að það verið fleiri fréttamenn staðsettir þarna úti en það eru þetta
menn sjá það margir í hillingum að hvort sem það að komast til Brussel eða einhvers annara þeirra staða sem að þarf að fjölga mjög át ef það er niðurstaðan að ganga hann inn og ég held að það veri bara Evrópusambandið var mjög skýrt í þeim efnum í þessu uppleggi sínum aðildarviðræðurnar sem fór að staði tíð ríkisstjórnar Jóhanns Steingríms að íslensk stjórnsýsla væri allt of fámenn til að ráða við að ganga inn í Evrópusambandið og svo afstæð óbreytt. Þurftum við ekki að auka við stofnanir og bæta í opinbera starfsmenn til að mega fara í Evrópusambandið? Og mörgum þykir nú nógum en skal bætt í sko. Þannig að þetta svo menn voða viðkvæmir fyrir því núna að menn rifji upp IPA-styrkina og fleira slíkt sem var auðvitað bara ætlað til aðlögunar íslensk regluverks og stofnanakerfis. Og segja síðan á sama tíma það var engin aðlögun í gangi. Nei. Evrópusambandið hristi bara hausinn eða fulltrúa þess yfir svona dellu. Já, þú er búin að misti kannski af, þeir eru búin að breyta orðalaginu. Nú. Já, þeir eru komin núna engin óafturkræf aðlögun. Já. Þeir voru komin alveg út í skurð með það er engin aflögun. Blekkingarnar. Þetta er alveg ótrúlegt. Heyrðu, þetta er rétt, ég var bara ekki búin að kveikja á þessu. Þetta er augljóst þegar þú segir það óafturkræft, það þarf nú að ganga býsna langt sko, til að klúðra máli með þeim hætti. En sko, er það samt ekki pælingin að komis á þann stað bara eins og bara nýji Landspítalinn þarna á umferðaræðinu við Hringtorg og ETS-kerfið og þetta. Bara svona einhvern veginn taka smá skref í einu þangað til menn nota rökin, það er búið eða svo mikill vinn í þetta að það er ekki hægt annað en klára þetta. Jú, ég held að sé það. Það verður staðan eftir 1,5-2 ár þegar stofnanakerfið og stjórnsýslan verður búin að vera undirlögð í þessari aðlögunarvinnu í allan þann tíma. Já. Þá munum menn byrja að beita þeim rökum. Alveg pottitt. Ég held að það sé bara nákvæmlega rétt hjá þér. Við sjáum þetta, Landspítalinn, Borgarlínan, aftur. Einmitt, Borgarlínan. Þetta er bara staðan. Já, ég hafði ekki hugsað þetta áður en það er ýmislegt sammert með Borgarlínunni og þessari sjánálgun. Já, þetta er að fara að sjá hérna í ágúst að koma okkur á brautina, Borgarlínu og nýja spítalabrautina. Nákvæmlega, en ef við okkur í evruna, en ef ekki sko, verður ekki að byrja einhvern veginn á því bara svona upp á stóru myndina sko, að við auðvitað værum að gefa eftir með því að taka upp evruna svona hagstjórnartæki sem að svona menn er ekki hægt annað en að segja sé ómetanlegt ef við skoðum á bæði hvaða gagn þetta gerði í kringum bankahrunið og í mörg önnur skipti þar sem að svona íslenskt efnahagslíf hefur orðið fyrir ágjöf. Jú, þetta er bara við erum búin að sjá þetta aftur og aftur hvernig við höfum getað nýtt krónuna bæði þegar kemur grunn atvinnuvegunum okkar og bara sem öryggis svona tæki og auðvitað eru þetta, við getum alveg sagt að þetta eru kostir og gallar en það hefur alveg sýnt sig eins og þið bent á í þessari frægu evruskýrslu sem að var hér pöntuð og allt innu hentaði ekki að það er ekki útilokað að krónan sé bara búin að koma sér ansið vel fyrir okkur gegnum tíðina. Já, ég held að það, sko, að því þetta þarf alltaf að skoðast í einhverju svona stærra samhengi og bara lífskjör hafa hvergi batnað meira heldur en hér á Íslandi ef við horfum frá bara tíma stríðsárana til dagsins í dag, sko, þá er staðan gjörbreytt og hefur samfellt verið svona horft yfir lengri tíma að batna hraðar heldur en í nágrannalöndunum. Og bara það er ekki sem segir, sko, að vextir sem hendi í Þýskalandi eða Frakklandi á einhvern tímapunkti geti hentað okkur. Nei, þetta þarf að vera, það er ekki öll hagkerfi innan Evrópusambandsins sem hreyfast í takt. Nei, akkurat. Þannig að við sjáum það alveg að því að það er svolítið, látið líka í veðri vaka að við tökum upp evru og þá allt innum bara fáum við lága vexti, við fáum lægra matvöruverð, allt verður svo frábært, en það er ekki talað hina hliðina eins og þú nefndir áðan, hver eru launin? Ég meina eignir okkar Íslendinga mun öllum líkindum rýrna við að fara þarna inn að því bara við skiptingengið og það fylgta hlutum sem að hentar ekki að tala og það er bara sagt við skulum ekki tala þetta núna, evran er langt inn í framtíðina en svo segjum við býtu, er það ekki það sem við erum að fara að kjósa Nei, við erum bara að kjósa eitt skref en svo bara næsta setning en þið fáið lægri vexti og lægra þetta og lægra hitt þannig að við förum alveg eins og segir ekkert á dýftina og þess vegna hefur verið erfitt að eiga þennan orðastað inn í þingsal og ég
velti fyrir mig, hvernig heldur verði að ræða það að bara í ágúst hvað raunverulega bara kostu galla evrunar, hvernig heldur það verði? Það verður bara háaði. Já, það verður bara háaði, sko, já. Og þetta einhvern veginn, ég held að bara umræðan um vextina, hún auðvitað hlýtur líka einhverju marki, hún skilur eftir önnur áhrif á vinnumarkaðinn, atvinnuleysi sem leiðir að því þegar hagkerfi myntin fær ekki að sveiflast í takt við ástand í efnahagslífinu og þar fram eftir götunum. Þannig að sjávararnir hafa verið mjög svona einbeittir að horfa bara á svona mjög afmarkað þátt sem eru hreinu vextirnir, en nafnvextir. Þeir ræði ekki raunvexti. Nei, það hentar ekki. Nei. Þetta þetta, nú erum við að reyna að vera sanngjörn, að ræða fram og tilbaka, hvað hendur okkur. Það geti breyst eftir því sem líður á þáttinn. Já. Reynum að halda okkur. En svo líka, við megum ekki rugla því saman að það ekkert verið að fara, þó við göngum inn í Evrópusambandið, þó við bara segjum jáararnir fá sínu fram og það já í ágúst og það já í næstu atkvæðagreiðslu, mér heyrist bara ansi margir halda það. Þetta alls ekki allir, bara mjög margir halda það að þegar við göngum inn í Evrópusambandið þá fáum við evruna. Það ekki þannig. Nei, og einmitt, þú getur kannski aðeins farið yfir með okkur, hvað gerist þá? Fáum við evru án þess að taka til heim í okkur? Nei, það náttúrulega bara töluverður bæði langur og flókin ferill sem býður ef þegar það komið sögu, en það verður að halda því til haga að í dag þýðir það að fara gangin í Evrópusambandið að þjóðin ætlar sér að taka upp evruna. Það ekki til staðar sú nálgun sem til dæmis Danir og Svíar viðhöfðu á sínum tíma. Þannig að þegar þú ert að sækja þá ertu að segja bara Ísland ætlar að taka upp evruna. En á þeirri vegferð þá eru bara mætamenn Maastricht skilmálunum sem að eru töluverð ef við horfum á svona hagstjórn síðustu áratuga, þá verður það okkur töluverð áskorun og ég held að allt sem að við þurfum að gera til að vera til þess bær að taka upp evruna eitthvað sem við þurfum að gera hvort sem til að hafa hagstjórninni í lagi heima fyrir. Og takist okkur það, þá verður íslenska krónan bara frábær í alla staði og það náttúrulega eitthvað sem hefur tekist af og til en ekki nóg oft en það okkar eigin ábyrgð og bara staðan á vinnumarkaði og höfrungarhlaup og víxlverkun launa og hækkunar launa og verðlags og þar til götunum. Þetta allt saman hluti sem við þurfum að leysa sjálf hvort sem og þá ekki betra að gera það og halda öryggisventlinum sem íslenska krónan að því við erum auðvitað bara í auðlindadrifnu hagkerfi sem að sveiflast allt öðruvísi heldur en hagkerfi stóru þjóðan í Evrópusambandinu. Já, bara, ég myndi telja svo vera og ef við sjáum til að mynda þessi evru skýrsla sem var pöntuð, og byrt korter eftir sveitarstjórnarkosningar. Já, hún var byrt, hún var tekin fyrir á ríkisstjórnarfundi daginn eftir að búið að samþykkja þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið. Þannig að hentaði augljóslega ekki að fá hana inn í umræðuna. En það fyndum var að hún var tilbúin hátt í 2 vikum áður. Hún var bara falin. Þannig að kannski það sem gerðist þar getur verið að það hafi hún hafi bara svolítið sýnt fram á það sem þú ert búin að vera að fara yfir og hafi ekki hentað ríkisstjórninni jafnvel og þau ætluðu og við sáum greinar eftir marga þar með tali Jón Helga Egilsson þar sem hann benti á að það sem að ríkisstjórnin eða stjórnarráðið hélt fram að stæði í skýrslunni var bara alls ekki það sem að stóði í skýrslunni heldur var það bara með efasemdir að við ættum að taka upp evru og í raun og veru bara benti á kosti krónuna líka þannig að þetta skýrsla heldur sem að þau munum vinna með núna í ágúst? Ég held ekki, ég held að þau hafi dálítið magalent með þessa skýrslu. Já. Og það það náttúrulega vont ef að sjáararnir verða einhvern veginn kallaði blekkjararnir í lok þessarar vegferðar. En það eitt að stjórnvöld lyfti atriðum sem eru aukaatriði í skýrslu til þess að bæta sinn hag. En það mjög sérstakt að lyfta atriðum sem standa ekki í skýrslunni.
það held ég að bara man ég eiginlega ekki eftir, Einmitt. allavega ekki eftir síðan ég kom inn á þing að menn hafi leyft sér það. Þannig að það er það sem Jón Helgi benti svo réttilega á og ég bara þessum príðis góðu grein sinni þessari fyrstu vegna þess að svo var hún bætt í og farið í mörg góð viðtöl síðan hvet fólk sem hlustar til að finna til og hlusta á netinu. En þarna var bara verið að lyfta atriðum sem beinlíni stóðu ekki í skýrslunni. Og það er einhver blekkingarleikur sem er svona verri en sá vanalegi. Já, það var alltaf mjög óforskammað, en við kannski þekkjum það ágætlega hvernig þau svona bara einhvern veginn segja bara eitthvað aftur og til að mynda það, við sjáum að þetta er ríkisstjórn sem ætlaði að taka til og ná hér niður verðbólgu vöxtum og hún gerir allt þegar öfugt, hún eykur á ríkisútgjöldin umfram verðbólgu markmið Seðlabankans, hún hækkar skatta það sem hún lofaði að gera ekki og getum talið þetta lengi upp, en hún mætir samt í viðtöl forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar aftur og segja eftir að gera eitthvað þegar öfugt. Þannig að þá veltum maður fyrir sér, er þetta leikrit að einhvern veginn þykist að gera svo góða hluti, en krónan er bara svo ónýtt að við verðum bara að fá evruna. Er þetta svona djúpt hugsað helduru, eða ráðið bara ekki við verkefnið og Evrópusambandsvegferðin er einhvern veginn til að þyrla reiki í hitt? Þetta er góð spurning og bara að því sporin hræða, maður svona hafði alltaf á tilfinningunni að svona hlut af því að ríkisstjórn Jóhanns Steingrímsforðum var svona áhugasum að hengja ISF-klyfjarnar hálsinn á Íslendingum, hafi verið að geta sagt, heyrðu, bara að þessar þrengingar næstu ára á eftir eru bara hér í boði þeirra flokka sem stjórnuðu og væntanlega til þess að ná Sjálfstæðisflokknum fyrst og fremst á þeim tíma og Sjálfstæðisflokknum á einhverju marki Framsókn. En núna það er einhver allsherjar uppgjöf í gangi gagnvart efnahagsmálunum hjá ríkisstjórninni. Fjármálaráðherra virðist einhvern veginn hættur að reyna, Kristrún einhvern veginn bara dálítið korfin, Þorgerður viðreisnarráðherrarnir allir einhvern veginn að því litlu marki sem sumir eru að taka þátt í umræðinu núna, virðast horfa til þess að kenna íslenskum hagstjórnartækjum en ekki ríkisstjórninni sem tekur stæðstu ákvarðanir í þessum efnum og svona koll að kolli. Já, þetta er alveg ótrúlegt og líka bara að vera búin að horfa upp á vegferðina til að mynda einhvern veginn, því við oft tala salami aðferð og tölum hér fyrir áðan að það sé eins og vera að reyna að taka okkur eitt skrif í einu, að þegar við lítum núna aðeins tilbaka þá sjáum við til að mynda eins og makrílsamningin sem að utanríkisráðherra gerði. Þetta var okkur erfitt því hún nefnir tíð ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur sem fór í þessa vegferð síðast. Þá strandaði svolítið á makrílinum. Herri, við gerum bara eitt á alvöru, hún bara gerir ömurlegan samning fyrir Ísland þegar kemur að makrílinum sem að ég hugsa bara af hverju. Eina sem maður sér er bara til að auðvelda ferðina inn. Þau eru búin að stofna einhvern hóp til að reyna að knýja fram endurskoðun á ETS-kerfinu. Við heyrum ekkert af þessum hóp, af því það hentar ekki heldur inn í umræðunar. Við munum ekki heyra á honum fyrir eftir 29. ágúst. Nei, það er nefnilega málið. Þannig að það er náttúrulega gert allt einhvern veginn til að auðvelda lífið fyrir Evrópusambandið og það eru þetta bara að kostnað hagsmuna Íslendinga. Já. Og þetta við sjáum þetta mjög skýrt hérna í þinginu núna. Það var þetta bara staðfest núna í síðustu viku eftir að ég kallaði eftir upplýsingum það, að til dæmis svör ráðherra við skriflegum fyrirspurnum eru þau svona lélegustu og hafa dregist meira en nokkur sinni áður og það er sérstaklega að draga svör sem að verða erfið við að eiga í þessum aðdraganda kosningarnar í ágúst. Þannig að mín spá er svo að ekkert engra slíkra fyrirspurna skriflegra verði svarað fyrir en í fyrstu viku september. Þá verður allt í útbýtt miklu magni þingskjala með óþægilegum staðrendum. Já, ég held að þetta sé rétt hjá þér. Ég er einmitt með eina sem ég býð eftir að fá svar við og hún er búin að bíða lengi, miklu lengur en þessi tími sem þau hafa
og þá verður nú aðeins að deila á forsetan okkar eða ekki Alþingis fyrir að íta ekki betur í sitt fólk. Sko það nú auðvitað þannig að forseti Alþingis þegar til kastana kemur sá eini sem að sko getur raunverulega slegið þennan klár og það ekkert sem bendir til þess að það hefur verið gert með þeim hætti sem gagnir af. Nei. Og ég held að það ekkert að fara að breytast Þessu verður öllu dreift hérna eftir 29. Cirka 5. september. Og öllu fögru lofa þegar að þing kemur saman eins og síðast. Já, það rútína sko og hérna en þetta svo ábyrrandi núna að það sko munur eftir hvers eðlis spurning hversu lengi menn eru dregnir á svari. Já. Og það svona hefð fyrir því, eða svona ekki hefð en það svona yfirleitt takturinn að það útbýtt þessum svörum svona í 2 til 3 skömmtum frá því þingferi sumafrí og hérna fram að þingsetningu og ég held að stæðsti skammturinn núna verði loka útbyttingunni sko. Já, það held ég líka. Og aftur þetta bara eingerða svona ekki beint blekkingum en þannig verið að svona nota sér stöðu ráðherrana til að draga menn á svörum við sanngjörnum spurningum sem að geta haft áhrif á atkvæðagreiðsluna. Já, ég bara 100% sammálaður og ég sko að því við erum að tala kannski hvernig þetta svona skref fyrir skref og þessar blekkingar, þá hef ég alveg raunverulega samt lagt mig fram það að hlusta eftir í hvaða sem að fólk telur sig geta fengið út úr því að fara gangin í Evrópusambandi umfram það sem við... Þú meina almenningur ekki... Nei, ég almenn þetta fólk sko, því að það er með hana feluleik, en það er samt svo heitt í hamstöð, vill ekki komið einhvern veginn að við tökum umræðina opinskátt, það virðist verið einhver feluleik, en samt mjög áfram að við verðum að fara inn. Og ég var nú bara að hlusta hérna á eina pælingu, Pavel þar, og hann var að koma inn á þessi gamlu kommunista ríki, löndin og hvað þetta hefur verið stórkostlegt fyrir þau. Þangað sækir klárin sem hann kvaldastur, eða ekki einhvern veginn þannig? Ná, veistu það, einmitt. Þannig að tala lönd sem sko, eðlilega, þau að fá sko mestu styrkina, þau að fá mesta, þau leggja lítið til og fá mikið tilbaka, skulle segja, í boði hinna sem að borga meira en þau fá. Þetta eru allt lönd sem að, hafa verið undir yfirþjóðlegu eða yfir valdi og þetta auðvitað bara stórkostlegt framfaraskrif fyrir þau. Þetta getur maður skilið. En ennþá heyri ég ekki akkur á Ísland að ganga þannig inn. Bara það algjör eðlismunur á stöðu Íslands og þessara þjóða. Já. Sjáum þessar þjóðir sem eru í röðinni núna. Það engin þeirra eðlislík í Íslandi. Þarna engin Noregur og þarna ekkert Sviss og svo áfram mætti telja. Þannig að þeir sem að hafa það best og hefur tekist best til, það hvarflar ekki að þeim að fara þarna inn. Nema þessum fámenna hópi á Íslandi sem heitir Viðreisn og sem dregur síðan samfylkinguna með sér, sem að ég held að hafi raunverulega undir forystu Kristrúnar Frostadóttur ekki haft áform að fara inn eina svona vegferð. En þetta bara það sem kostar að vera í ríkisstjórnarsamstarfi með Viðreisn, held ég að sé raunin. Já, og ég meina meira sér Viðreisn fór að liftast í skoðanakönnum fyrir kosningar þegar hún setti Evrópusambandið aðeins til hliðar, fóru að keyra bara eitthvað frelsismál og lægri skatta og þeir eru búin að svíkja það auðvitað allt. Já, það var viðbúið. En samfylkingin auðvitað bara skaust með himinhæðum eftir að þau settu til hliðar. Já, og flokkur fólksins náttúrulega bara harður megin þar til þurfti að líma sig við ráðherrastóluna. Og þetta held ég að Kristrún veit alveg og það auðvitað hluta þess að hún bara tekur ekki þátt í umræðinni. Forsætisráðherra landsins sem að fara með okkur í þessa vegferð tekur ekki þátt. Nei. Jú, ég held hún sé meiri segja á þess að ég muni ég held ég ekki heyrt hana segja það sjálfa en ég finnst ég heyrt hana heyrt sagt frá því að hún sé bara beinlíns búin að leggja út á línu að hún mun ekki taka þátt í þessar umræðu. Já, ég heyrði hann segja það í þingsal, alveg byrjun, ég hugsaði nei, hún nú eitthvað tók fullt stórt upp í sig en það var ekki málið. Nei. Og það þetta sko,
En sko ég hef nú reynda verið þeirra skoðunar að Kristrúnu langi raunverulega í nei í ágúst, því að sko mér finnst það algjörlega ótrúlegt ef hún ætlar að láta alla sinn feril sem styttist nú í annan endan á í forsætisráðuneytinu snúast aðlögun að Evrópusambandinu, máli sem að hún sagði ekki vera á borðinu og engin áform hjá Samfylkingunni. Þá hún í rauninni að sko svona bara gangast við því að uppgjöf hennar sé algjör gagnvart efnahagsmálunum. Já. Það var ekki, af því hún var nú til þess að gera mikið kosin út af þau, en svo hafa hún og Daði Már einhvern veginn ekki haft svona stöðu innan ríkisstjórnarinnar eða gagnvart henni eða þá bara við getu til þess að sjá það sem skiptir mestu máli. Já, og við sjáum það að til að mynda fjármálaáætlun sem kolfallin, það mátti ekki ræða það að fá fram raunverulega tölur og hvernig raunverulega staða er. Nógur tími til þess. Nógur tími, af því að enn eitt má ekki koma í ljósun eftir 29. ágúst. Við erum bæði nú með fyrirspurnir hérna sem fáum ekki svör við, hvernig til dæmis skattar sé heimtast, sem lagði voru á að því við vitum alveg að þeir eru lélegar heimtur, skulum við segja. Bara það blasir við bara út frá þeim gögnum sem við þó komumst í. En sko það að þau séu svona treg til svara bendir til þess að raunveruleg staða sé jafnvel ennþá verri heldur en mann grunar út frá birtundölum. Já, það verður ekki auðvelt að fara í hallalaus fjárlög hérna og þeir vil ekki, held ég, uppljóstra þetta sé ekki að takast fyrir en eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nei, það verður mikið upplýsingaflæði í fyrstu viku september. En þá líka, sko, í annari viku september kemur síðan stóra höggi fyrir þau sem þetta framlagning fjárlaga fyrir árið 2027. Og þar hættið að myndin verði mjög ólík þeirri sem þau hafa haldið fram hingað til. Já, það sem ég óttast samt að þið eru búin að hamra svo á þessu þó þau séu búin að svíkja allt, þá hamraði endalaust á hallalausum fjárlögum. Og við veitum öll að það ekki að gerast eins og þetta staðan er núna. Nei, það blasir við. Það sem ég óttast að þetta svo mikið skattasjórn að þau munu bara hækka skatta raunverulega gigantískt til að sjá tölun á blaðinu hallalaus fjárlög. Þau hafa tvær leiðir. Önnur að hækka skatta ennú meira, sem þetta galið, en hin leiðin gæti verið svona tæknilegt svindl að leggja fram fjárlög sem að blasa við öllum að eru sem sagt ekki rétt vanfjármögnuð á ýmsum sviðum og ætla síðan bara að leysa það með fjáraukalögum 2-3 eftir áramót. Og það er auðvitað ekki í anda laga opinber fjármál og bara góðra stjórnsýslu eða nokkurs sem að skynsamlegt í þessu samhengi. Og Seðlabankinn mun vafalaust springi í loft upp því að þeir mun alveg sjá í gegnum þetta þegar það kemur. Við höfum nú séð hana eins, þannig að þetta er kannski rétt hjá þér. Þetta er líklegt. Ég held að séu bara þessar tvær leiðir sem standi til boða og báðar eru sko mjög vondar. Önnur ef ekki lögbrot í aðrar við það og hin bara kollkeyrir það sem þegar er yfir skattpínt. Og við sjáum allavega að þau verðast ekki geta dregið úr útgjöldum. Nei, þau eru alveg reyn þar. En það er nú svolítið fyndið. Svo kemur alltaf Daði í viðtöl og fjármálaráðherra og segir stjórnarandstæðan er að biðja að auka útgjöld og við séum einhvers konar afsökun. Ég held allavega ekki miðflokkurinn. Ég bara aldrei verið að biðja auka útgjöld. Það eru þau sjálf. En þau segja það svo við tölum bara eitthvað til að svona þyrla reiki. Já, það er bara eins og í bara flestu öllum frumvörpum hjá þeim því miður. Þá er kostnaðarmatið bara, ég leyfi að segja rugl. Og þetta gengur einhvern veginn allt út á það að plata sig svona fram yfir næsta horn, komast í skjól og bara, við leysum þetta vandamál þegar við komum næst að því og það er bara orðið og sko fyrir ríkisstjórn var dálítið gjörn á þetta en ég svona best að segja bara eins og sko engin veit hvað áttu fyrir mistefur því að allt þetta sko samráð er enn og meira sýndarsamráð núna en áður þessi blekkingaleikir að sjá fyrir sér að leysa vandamálið í næsta hring þeir eru allir að verða mjög dýrir Seðlabankinn sér í gegnum þetta sem orsakar það að vextir haldast háir lengur heldur en þörf væri á að því að verðbólguvæntingar í hæstu hæðum að því að treystir engu þessu ágæta fólki. Þetta er nú agalegt ef við erum farin að fyrir ríkisstjórn sé ágætt með þessa
Já, ég reiknaði ekki með því að, Nei. en eins og ég segi, engin veit hvað áttu við fyrir mistöfur og ég nú samt ekki að biðja þann kokteil aftur. Nei, ég er sammála, en ég tek undir með þér, af því nú ég sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og maður sér það aftur og aftur, einhvern veginn, þau komið frumvörp og það er auðvitað sama að segja í fjölmiðlum og maður verður glaður í smá stund til maður byrjar að lesa tilgangur og markmið og það kemur einföldun regluverks, eitthvað frá atvinnuvegar á þeirra eða fjármálaráðuneytinu og bara loksins kemur eitthvað gott frumvarp. Svo les maður lengra, þá er þetta bara ekki einföldun. Þá er það bara sagt og svo kemur bara, en að því við ætlum aðeins að slá af hér, þá verður þið að gera viðkomandi sem vera fjallum, gera þessa skýrslu og þetta, því við ætlum ekki að gefa mikið svigrúm, þannig að þetta er allt í orði en ekki á borði. Akkurat. Og það er bara þessi ríkisstjórn, heilt yfir. Já. En síðan þetta bara blasir við að bara til að mynda var þetta evruna, hún kemur ekkit í staðinn fyrir vonda og ábyrgðarlausa stjórn ríkisfjármála. Nei. Og þannig að það er ýmsir sem að hugsa, já það mun þá koma einhver fest í þetta bara að því að menn hafa væntingar að þetta sé í pípunum. Nei, það er bara ekkert sem bendir til þess að ríkisstjórnin sem við sittum uppi með hafi það í sér að grípa til þeirra aðgerða sem að gera okkur, ef raunverulegu vilji væri til, gera okkur kleift að taka upp evruna, bara þau virðast ekki geta það. Og ef að þau segja sem svo, ef við fáum evruna, sjáum það framundan, þá treystum okkur til þess. Þá ættu þau bara ekki að vera stjórnar. Þá ættu þau bara að vera að vinna einhvers staðar á sínum fjármálaráðherra upp í háskóla og Kristrún þaðan sem hún kom og koll á kolli, Því að það er bara, ef fólk treystir sig ekki til að stjórna, þá á það ekki að sækjast eftir því. Nei, ég get algjörlega tekið undir með þetta, en þetta er bara, þetta er held ég bara aftur borgarlínan, ég veit ekki hvort þetta sé einu sinni, ég held að sé alveg í vandræðum, sérstaklega Kristrún eins og segir, kannski er það ástæðan og upplifur að þú var alveg til, að þú haldir hún var alveg til í að komi nei í ágúst, vegna þess að hún veit að það komin eitthvað ferli sem verður mjög erfitt og þetta er eiginlega hennar síðasta tækifæri til að sýna bara þjóðinni, býtu, ég ræði við þetta. Og ef það er sagt já í ágúst, þá verður bara allt undirlagt, hún veit það í Evrópusambandinu og þá er hennar forsætisráðherra tíð að hafa ekkert ná tökum á efnahagsmálum en keyrði þjóðina inn í vegferð sem hún lofaði að fara ekki og það er held ég eitthvað legacy sem hún vill ekkert endilega skilja eftir sig. Nei, þá hún bara mjög fljótt lent í stöðu Keir Starmer vina síns. Nákvæmlega. Sem að draga út úr Downing-stræti 10, sennilega bara seinni í dag. Já. En hún sagðist alltaf að læra honum þegar hann fekk þennan stóra meirihluta sinn á grundvelli 33% atkvæða í bresku kosningunum, þannig að kannski... Þú verðist á staði við það, því miður. Já, verðist á staði við það. En ekki margt annað. En þetta er einhvern veginn og bara aðeins að því að við ætluðum að ræða dálítið evruskýrsluna þarna á sínum tíma, en hún eiginlega bara, hún dó dálítið, hún magalent svona. Þannig að ég held að við ættum ekki að hafa sérstakann áherslu á hana, en við verðum samt aðeins að rifja upp bara hvað í rauninni fókusinn var rangur í þeirri skýrslu. Já. Og það þetta það sem gerist þegar stjórnvöld svona manna og panta skýrslu sem að er svona greinilega bjöguð, eða réttar sagt kemur ljós þegar hún birtist, að menn hafi svona þurft að haka við ákveðin box og það mjög svona skrítið að sjá svona þessa ofur áherslu á svona meintan kostnað við krónuna en í algjöru hvarfi kostnaðurinn sem að evran myndi leggja yfir íslenskt samfélag, meðal annars með auknu atvinnuleysi þegar hagsveiflan væri með þeir hætti og þar myndi góða. Og en kannski spurningi sem að þarf fyrst að spyrja sig, þegar til kastana kemur, heldur að þessi skýrsla muni skipta miklu máli í umræðunni fram í ágúst? Ég held að hún hafi raunverulega eyðilagt hana fyrir sjálfum sér með þessum blekkingarleiki kringum kynninguna. Já, ég held að hún muni ekki skipta máli allavega fyrir, þau muni reyna að fela hana, sjávararnir. Sem var ekki markmiðið. Það var ekki markmiðið. Markmiðið var alveg klárlega að koma með skýrslu, þetta er allt tímasett hjá þeim, það náttúrulega koma með skýrsluna rétt fyrir, þetta var til umræði í þinginu, dagsetningin passar alveg,
hún kom út hana 13. maí en þau ákveðu bara að birta hann ekki þegar þau sáu hvernig hún var. Þannig ég held að þau muni ekki vilja nýta hana. Ég held að það veri líka erfitt að benda á hvað hún raunverulega segir af því að það verður, já, hún er svolítið tæknilegs eðlis, en það þó allavega alveg á hreinu að einn skýrsluhöfunda þurfti að leiðrétta fjármálaráðherra fyrir að fara með rangt mál hvað stæði í skýrslunni. Þannig að ég held að þau muni allavega vilja fela hana og ég nú með fyrir fram að mig sem ég muni fara orðrétt með fyrirsögna í skrifum Jóns Helga Egilssonar. Hann segir hérna skýrsla sem segir ekki það sem okkur er sagt að hún segi. Já, já. Þetta er bara nær alveg mjög vel utan málið og það er búið að svona opinbera þetta. Þau heldur að kemast upp með þetta. Þannig að ég held að hún, já, þau vilja allavega fela hana. Ég óskaði eftir skýrsluumræðu við fjármálaráðherra þarna strax eftir að skýrslan birtist og það verður nú að segjast eins og að það var úr honum allur Gorgeir þegar hann mætti til þeirra umræðu því að þar svona talaði hann á allt öðrum nótum heldur en í kynningunni og þarna þessa fyrstu örfáu daga á eftir. En síðar sama dag fór hann í viðtal á Bylgjunni og þar bara kom sama platan á. Þannig að það var bara á þessum tímapunkti þar sem hann vissi að hann hefði kýldur tilbaka ef hann færi með fleipur sem hann hagaði sér, en svo bara seinna sama daginn þá var hann hrokkinn í blekkingagýrin. Þetta er nefnilega akkurat málið og vandamáli sem að kannski við þessa umræði, að því að nú tók ég nú þátt í þessar umræði líka og bað hann að svara mér og hann kom auðvitað og svaraði í engu. Nei. En þetta er það sem að þau sem fara fyrir þessu að keyra okkur í þessa vegferð, Þorgerður Katrín og fólki kringum hana fyrst og fremst, þau gera alltaf, þau koma ekki í umræðu, maður myndi halda að þing með meiri hlutans myndi vel taka þátt í þessu, af því þetta væri svona þeirra mál. Það er eiginlega enginn sem tekur þátt, ráðherrarnir taka ekki þátt og ef þau eru píndir í það, þá svara þeir eins og svona út í loftið og þess vegna held ég líka að Kristrún hafi bara ákveðið að vilja ekki taka þátt af því að það hentar þeim að umræðan sé bara einföld, ykkur svona blekkingar að matarverð lækki án þess að tala atvinnuleysi, án þess að tala aðra neikvæða þætti og svo er það bara saðlega með aðferðin að segjum bara já og það hefur engin neikvæð áhrif og við fáum bara, já, svo er það annað. Og við fáum það er allir þessi styrkir. Það er helst það að vera að tala að við fáum svo rosalega mikið af styrkjum ef við fyrir með Evrópusambandið. Í alvörunum heldur fólk að þeir peningar koma himnum ofan. Það er allavega... Það er teiknað upp þannig. Teiknað upp þannig, nákvæmlega. Nei, það var bara íslenski skattgreiðendur sem borga fyrir það og borga meira en við fáum tilbaka. Ég held að sé engin sjávarana sem haldi ég fram að Ísland verði ekki nettó greiðandi inn í Evrópusambandið. Ég held að það sé óumdeild staðreynd í þessu öllu. Ísland og íslenski skattgreiðendur munu borga meira inn í Evrópusambandið heldur en Ísland fær tilbaka í formi styrkja og þar á myndi koma. Og þá spyr maður sér bara, heyrðu, á hverju bara borgum við okkur ekki þessa styrki sjálf, annarkvæmt með lægri sköttum eða betra rekstrar hverju fyrirtæki eða hvernig það skildi nú vinnast. Bara nákvæmlega. Og þetta er auðvitað, sko, bara ef við horfum á bara nýsköpun, þróun landsframleiðslu og berum saman Bandaríkin og Evrópu, þá er bara allur sá samanburður mótdrægur Evrópusambandinu nú stundur og þú hefur nú farið hart inn í það snýrað gervigreindinni. Það er bara eins og að sé sérstakt markmið að gera Evrópu ósamkeppnishæfa og þangað vilja Viðreisn og samfylkingin með okkur inn. Herri, þetta er nefnilega alveg ótrúlegt. Sko, ekki bara einmitt að Evrópa sé að dragast aftur úr Bandaríkjunum, heldur það er auðvitað Asíu líka, heldur líka þriðju heimslöndunum á marga mælikvarða. Þannig að þetta sjálfskapaða víti er vegferð sem að þetta Draghi skýrslan bent á, en þetta er vegferð sem við erum ekkert... Bara við horfum á heimsálfurnar, þá er Evrópusambandið sennilega bara að vinna ísbyrnina og mörgæsina sitt hvoru megin. Ég held að önnur svæði séu meira öll að þróast með jákvæðari hætti efnahagslega. Og þetta liggur alveg fyrir. Ég átti nú samtal við einn jáar en þetta sem var sennilega, hann er sjáar í dag,
hann var ekki alveg búinn að fylgjast held ég með að fá memóið það að það mætti ekki ræða kostugall Evrópusambandsins, af því að hér í þingsal alltaf verið að tala nei, bara kikki í pakkan og af því það þarf að taka eitt skref í einu og hann sendi mér akkur getur ekki bara rætt kostugall Evrópusambandsins. Gerum það. Nákvæmlega, ég sagði, ég bara endilega benti þínu fólki á það að við viljum það, af því að þú ert ekki að fara þessa vegferð nema vilja ganga inn og svo fór hann að ræða við mig þetta, ég er búin að tala gervigreindina og hvernig Evrópa sé að dragast aftur úr að því að nýsköpun bara niður á við og meðan upp og við annar staðar og svona aðeins verið að ræða þetta. Þá komst ég að því að það bara fullt af fólki, Beggi, sem að horfir á þetta öðruvísi. Þeir segja bara já, við erum þá allavega að standa okkur vel í Evrópu að gera reglur og gera það fyrir og passa upp á fólkið. Þarna var ég alltaf bara komin loksins á þann stað. Ráðstjórnaríkin mætt. Já, að ræða kostugalli Evrópusambandsins. Þessum aðalega fannst það bara kostur. Hvað við erum að reglugera væða allt í drasl. Við erum að reglugera væða okkur út úr samkemninu. Við erum að reglugera væða okkur, ekki bara varandi gervigreind, bara ýmsum sviðum eins og þú þekkir. Og ég held að það snýrist bara að benda fólki á það, en það bara fólki sem finnst það fínt. Og þarna ef við getum bara rætt þetta svona, væri við kannski komin á einhvern stað sem væri gott fyrir fólk að taka ákvörðun í ágúst hvort það vilja segja já eða nei. Já, það væri til bóta. En það alveg passað að við erum ekki að fara í þetta svona djúpt. Nei, það hárrétt sko. Og það er eitt punkturinn sem að mér hefur þótt fljót upp af og til svona af þessum svona afmörkuðu efnisatriðum sem er eitthvað í þá veruna að evra sé svona besta verkfæri til að aflýsa skuldakreppum og þá hort til Evrópuþjóðanna. Og aftur veit maður ekki hvort maður á að hlæja eða gráta. Bara hafa menn ekki heyrt Grikkland, Portugal, Ítalíu, Spán og bara ég geti haldið áfram. Bara maður fær stundum að eins og þú orðaðir það svo göllaðana og það sé bara, menn ákveði bara að segja eitthvað og bara vona að enginn flettið upp, skoði, googli eða yfir höfuð tala þekkingu. Bara eru sjávararnir svo óforskamaðir að þeir bara ætla að treysta á að almenningur skoði málin ekki að neinumarki. Því að sko þetta evran sé fyrirbyggi skuldakreppur, það er eiginlega meira hlægilegt en grátlegt að menn haldi því fram. Já, bara þú veist að segja þetta, þá ég bara að hugsa það er sannlega rétt hjá þér, kannski erum við bara búin að vera flækið það svo mikið að því, ég vil segja, við bara treystum þjóðinu og viljum minna á svona hluti sko, sem okkur finnst næstu hlægilega þegar þau eru benda á þetta, en svo kannski bara fullt af fólki sem auðvitað ekki að lifa og hrærast í þessu eins og við. Situr bara að hugsa, já það var nú bara fínt að sleppa við skuldakreppum. Já. En bara, þetta er bara með þvæla, sko. Já, þetta er ekkert gagnrýnisandi fólki, það er bara, við erum bara einhvern veginn inn í þessu. Þess vegna erum við með þetta fulltrúarlýðræði, fólk með sko eintök eins og okkur á launum til að setja okkur inn í mál. Einmitt. En ég held að það sé ástæða fyrir því að þau eru bara eitthvað að tala pítsur og kaffibolla og þau er alltaf bara að spila eitthvað svona og svo segja þeir, og við treystum þjóðinni. Nei, þið treystum reyndar ekki fyrir neinu nema eitthvað svona teknum ykkur mynd sem er ekki alveg raunveruleg. Mér sýnist þú reyndar á Pavel að hann láti hátt matarverð ekkert stoppa sig. Nei, hann fór ágætlega yfir í samhengi við pítsuumræðuna. Pítsuumræðuna. Ég held að ég og Pavel ættum að fara á íslenska kúrin. Já, þið nú bara setjum út á læginu. Ég held að þið ættu bara komið í golf. Já. Ganga, þú ert á biðlista eftir golf, eða ekki? Það var mikið lukka maður. Ég var búin að ákveða að skrá mig í golfklúbb þegar ég er 50. Svo var ég 50 síðasta haust, fer síðan inn á skráningasíðu og fæ tilbaka 6 ára bið. Og ég bara upplýði að ég hefði unnið í hattrætti þar og þá og þannig að þetta er allt í vinslu. Já, þú verður bara, getur byrjað að lappa með mér sem katti. Já, ég þarf að læra á þetta. En ég áður en við fórum í þessu upptöku, þá var ég alveg að hugsa, hvað er það sem að svona gætum fengið jákvætt, auðvitað vitum við bæði eitthvað, það er kostur og gallar við Evrópusambandið. Við teljum bara eins og alla hluti. En að því ég var nú spila svolítið golf helgina, þá var ég myndið að hugsa, já,
í Evrópusambandinu, þeir eru nú með flotta gólfvelli og ég alveg sama hvað ég var að hugsa sem að reyna að finna eitthvað jákvætt svona, í bara svona venjulegu lífi þá endi ég alltaf á því að við höfum þetta allt saman með samningnum þannig að svona, ég er aðeins að færa yfir í samningin varðandi þessa umræðu kostina og gallana að sko að þetta sjá pakkan hvað myndir þú svona sem neyjari telja að væri ekki í samningnum, þú fórst nú yfir þetta ágætlega á þann að kannski alltaf slæma en ég bara raunverulega að reyna að ná utan umræðuna sem fyrir mig hvað það sem gæti verið í pakkanum sem við myndum sjá til að geta, ég reyna að vera alveg sanngjörn sem við vitum ekki nú þegar hvað Evrópusambandið er. Já, sko þá með þeim fyrirvara að allt annað væri í lagi sem það er ekki þá jákvæður hluti ef við horfum til þess að sjávarútveginn þá eru þetta ákveðna tegundir sem að eru tollaðar að hluta sem að eru tollausar inn til Evrópusambandslandana eftir inngöngu en það myndu þá á móti falla niður fríverslunarsamningar sem að gerðir hafa verið til Kína til að mynda svo í nefnum dæmi þannig að slíkur kostur kæmi með göllum og gallin væri síðan augljóslega líka sá að undirganga sameiginlegu fiskveiðistjórnarstefnu þannig að þetta var kannski ekki mjög gott dæmi þegar ég hugsa þetta til enda en það eru örugglega einhver dæmi þarna sem yrðu okkur jákvæð en stuðningsmenn inngöngu eða þess að segja já í ágúst eru ekki að tala fyrir slíkum atriðum og ég held að sé af því að það mun kalla fram hversu fátt það er raunverulega sem við höfum að sækja til viðbótar við það sem við nú höfum með inngöngu í Evrópusambandið. Já, ég er svona aðeins að reyna að koma með þetta í annað skiptið, kannski ekki til að reyna að finna eitthvað jákvætt, heldur einmitt, kannski verið hlustendur inn í þessu umræðu, þá kannski getur þeir hjálpa okkur að reyna að ná þessu fram til þess að umræðan geti orðið eitthvað svona raunverulega, því við vitum alveg, ég og þú, að við erum með alltaf góða ef svo má segja, þurfum ekki að taka það slæma, en eina sem ég hef heyrt við fáum sæti við borðið og þú getur kannski aðeins farið yfir hvernig sæti þetta við borðið, er þetta ekki innan við eitt þingmaður þetta er langt innan við eitt þingmaður íslenska samhenginu sko. ég man nú ekki hvort það er 1/4 eða 1/7 það er smælki þannig að það er sko áhrifin þau er ekki þess virði að afsala fullveldinu og svona öllum þeim atriðum sjálfstæðri peningastefnu og þeim dempara sem íslenska krónun er og þarfum til göttunum það er ekki neinu samhengi hægt að segja að það séu ásættanleg skipti og ég er nefnilega, þetta er góða punktur, ég hafði nú kannski ekki hugsað þetta nógu vel en ég held að það væri okkur efasemdamönnunum mjög til hagsbóta ef að jáararnir og sjáararnir færu að tala fyrir því sem þeir teldu ávinnast með því að fara inn með skýrum dæmum því að þá gætu við rætt það í staðinn fyrir að vera föst í þessu sæti við borðið, kíkja í pakkan djargoni sko og ég held að sko óttinn við slíka umræðu sé tilkomin vegna þess að þá kom í ljós hversu lítið það er sem að við höfum þarna að sækja og ég held að í flestum tilvikum séu það þættir sem að við gætum þá útfært eða samið með öðrum hætti heldur en að afsaka okkur fullveldi og öllu öðru sem fylgdi með og núlla út alla gild þegar gerða fríverslunarsamninga og þar fram til göttunum. Þannig að það eru gríðarleg afleidd áhrif sem að myndu hljótast að þessu. Já, ég nefnilega væri mjög til að umræðan myndi færast þangað af því að það er raunverulega ennþá verið að tala undanþágur eins og þessi varanlegar og mér finnst alveg mikilvægt að þó að við höfum heyrt oft að brýna það sko að það hafa ekki verið neina varanlegar undanþágur undanfarin ár og það er ekkert land sem hefur fengið varanlega undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og það sem kannski gera sér ekki allir grein fyrir er að ef að eitt land fær einhverja varanlega undanþágu þá þurfa öll hin löndin að samþykkja það.
þar með talin lönd sem sóttu sjálf eftir því og fengu ekki varanlunda þáu og það er ástæðan fyrir að allir í Evrópusambandinu sem að eru þar eitthvað yfir og stýra málum eru ítrekka að reyna að benda okkur á Evrópusambandi er ekki eitthvað hlaðborð sem hún velur. Evrópusambandi er bara nákvæmlega svo það er. Ef þú ferð í samningaviðræður þá er bara spurning hvernig og hversu löngum tíma þú aðlaðir sambandinu. Það er nefnilega akkurat, sko, Evrópusambands fulltrúarnir er alveg heiðarlegi með þetta. Það er engin blekkingarleikur þar. Þeir segja bara hreint út. Það er engar varanlegar undanþágur. Punktur. Og bara, og ég man nú bara eftir þarna blaðamannafundi Össurar með Stefáni Füle, þarna forðum 2013 minnum með það hefði verið. Það sem sko Stefáni Füle, stekkunarstjóri Evrópusambandsins á þeim tíma, bara ofbauð þannig vaðallinn í Össuri að hann eiginlega reif á hann morðið og bara stilti þetta á og sagði bara það eru engar varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins. Punktur. Þannig að bara ef við kæmumst á þennan stað, þá væru við bara upp frá hagsmuni Íslands og bara kjósenda og annara, bara tölum við þetta bara eins og það er. Og þá getur maður bara sagt, ok, þá er þetta svona og þá geta jáararnir og sjáararnir sagt bara, en er ekki eitthvað annað sem að sko réttlætir þetta þá? Ok, ræðum það, ekkert mál. Nákvæmlega. Allir til í það samtal, nema Kristrún, Obbina viðreisnarráðherrunum, Obbina samfylkingarráðherrunum og allir flokksfólksins-ráðherrarnir. Það er eiginlega enginn til í þetta samtal. Nei, þetta er nefnilega, og þetta er auðvitað ástæðan fyrir því að við fengum engar svona, það var ekki vilji til að setja svo kallar rauða línur í þessa þingsályktun, af því að síðast, þá strandaðu rauðu línunum, núna er bara haldið fram að það myndir ekki skrifa undir samning sem er ekki góður, en við vitum það er enga varanlegar undanþágur, við þurfum þá að vita hvað finnst ásættanlegt? 5 ára aðlögunartími, 10 ár? Hvað fáum við í staðinn? Sem korter í samhengi þeirra hagsmuna sem við erum að horfa til. Til að, og með við höfum alla hagsmunin í dag. Og varðandi þetta þá eiginlega hvet ég nú þá sem er að horfa á og hlusta til þess að flett upp spursmál á þætti þar sem að Jón Bjarnason er í viðtali sem að fer yfir þetta með alveg mögnuðum hætti, með hvaða hætti rauðustrikinn sem voru sett inn 2009 voru þurrkuð út. Þar sem að sko kontóristarnir í Brussel höfðu bara aldrei heyrt af þessu. Og svo halda menn því áfram alls konar dellu það að Evrópusambandið hafi samþykkt það að það er engin aðlögun á þeim tíma og þar hundi göttunum. Allt sem að sko stangast á við raunveruleikan, gögn sem liggja fyrir og bara almenna skynsemi sko ef að hort er á það sem gekk á þeim tíma. Já, þetta er allt að sama brunni sko, þetta ber allt að sama brunni vegna þess að þetta var frábær þáttur og ég sammála að fólk hætti að finna þann þátt en til að mynda þessir aðilar sem nefndir, einlega bara ríkisstjórnin hefur til að mynda verið tíðrætt Feneyjanefndina svo kölluð sem að raunveru þegar hendar tala hana, þessi Feneyjanefnd benti á að spurningin sem var upphaflega átt að leggja hér fyrir þjóðina væri megin gölluð og hún jafnframt sagði það hefur aldrei neitt farið í svona tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að hvort að ég spyrja beint út viltu gangi Evrópusambandið ekki þau voru svona, svöruð því ekki beint en allavega sögðu að hún var mjög gölluð svo sem var spurninguna var breytt og ríkisstjórnum vitnar í Feneyjanefndina en hvað sagði Feneyjanefndin sem má aldrei tala Feneyjanefndin sagði að það væri nú sniðugt í Íslandi að því nú voru sáttu við fundi hérna stjórnskipunar eftirlits og utanríkismálanefnd með fulltrúum Feneyjanefndarinnar þau voru svo undrandi þau vorum að segja þeim bara hvað okkur var sagt en heima bara fara af stað þannig að viljigangi Evrópusambandi var auðvitað eitthvað furða og að við getum verið komin inn í sambandið á 1-2 árum þau bara aldrei heyrt neitt svona þannig að þau eiginlega mæltist bara til þess að við myndum bara hafa samband við Evrópusambandið til að spyrja út í svona lykil þætti eins og til dæmis bara að opna kafla það er ekkert sjálfsagt að opna kaflan þú sért en meiri hlutin bannaði það. Já, var ekki utanríkismálanefndinni og sen bannaði það að senda spurningar. Jú, en þau vilja aldrei minnast á að Feneyjanefndin ráðlaði nefndina þannig að þeir eru farið gegn ráðleggingum Feneyjanefndarinnar og þetta er kannski ástæða af hverju ætti þjóð að vilja banna utanríkismálanefnd þeirra þjóðar að fá svar við lykil spurningum
áður en farið þjóðaratkvæðagreiðslu. Því að vita svarið. Já, það er rétt að þið vita svarið. Já, já. Nei, þetta er auðvitað algjörlega ótrúlegt og alls ekki sko á þessum með þessari nálgun sem að haldið fram að þetta sé nú bara sé nú lítið mál og tæknilegt að segja já þarna og svo bara komið allt í ljós bara og menn síðan segja já kannski og það er nú annað atriði sem flaut upp svona þegar var farið þess að ganga á ráðherrana og það er bara ekkert víst að almenningur sem að langar að kíkja í pakkan eða hver sem blekkingin er eða hvað sem við köllum hana að því að þetta er nú allt saman opið og aðgengilegt nú þegar en bara það er bara engin trygging fyrir því að fólk sem greiðir atkvæði á þeirri forsendu fái að kíkja í einhvern pakka, sjá einhvern samning það er ekki einu svona ljóst hvernig það kemur til, hvort að það er sjálfstætt mat forsætisráðherra, sjálfstætt mat ríkisstjórnarinnar, sjálfstætt mat utanríkisráðherra eða Pavel, Sigmar Guðmundsson og fleiri hafa bara tjáð sig allt í einu á þeim nótum. Já, bara svo verður það, við þurfum auðvitað ekki að leggja fyrir þjóðin einhvern samning sem okkur líst ekki á, þannig að það er ekkert í hendi að fólk fá að sjá einhvern samning sem út úr þessu kemur. En það held ég að samningur verði aldrei klár fyrir en að aðlugun er uppfyllt af fullu. Nei, ég er alveg sammálaður og bara, þó ég vil ekki fara þessa vegferð, þá má kannski, það mikið lýðræði sinni, það er búið að segja okkur, þá að ekki vera mat einna mannesku, hvort að samningur sé góður að slæmur, en vissulega þetta er kannski ekki verið að fara að leggja eitthvað fyrir þjóðina bara, ef það hefur eitthvað rauða línur og við segjum bara nei, núna vitum við ekkert hvað rauða línunar eru. Nei. Þannig að það gerur óvissuna svo mikla og já. En þetta er svona, ég held að við séum á þeim stað að sko, nú erum við svona komin hérna í seinni part júní og það er einhvern veginn þannig að júlí verður nú að líkindum svona kannski að einhverjum marki erfiður fyrir djúpa málefnalega umræðu, bara allir í sumarfríum og þarfum til göttunum. En sko, ef að ríkisstjórnin svona ef henni tekst að fara í felur núna eins og allt bendir til og ætli síðan að láta þetta einhvern veginn malla fram í svona þann tíma fram yfir Verslunarmannahelgi og treysta á að umræðan hefjist ekki á krafti fyrir þá er sko hætt við að verði mjög erfitt að fara svona kerfisbundið í gegnum hvert og eitt atriði sem að haldið er fram að sé til mikilla bóta bara að því að menn verða lentir í býsna miklum háaða. Þannig að þess vegna sitjum við nú hér að reyna svona einhvern veginn að stilla þetta eins af og reyna svona einmitt kall eftir umræðum afmarkaða þætti og reyna síðan að leiða í jörðið að leiðrétta eða setja fram það sem gagn getur orðið af. En ég held að stefni að það verði vandamál í sjálfu sér hvað ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir þrír fyrir utan sem við eru svona fráhverf því að taka þátt í umræðinu en það er svo sem bara meira því sama sem við séð í þinginu núna undanfarið 2 þing. Já, við auðvitað alveg sammála því en heldur að svona meiri hluti þjóðarinnar átti sig á að því að nú hefur oft verið talað minnka báknið og það var klárlega svona, myndi ég segja stemming fyrir því í síðustu kosningum að draga úr ríkisútgjöldum og ná tökum á ríkisfjármálunum. Heldur þú að flestir átti sig á að ef við erum að fara í Evrópusambands viðræður að við erum að það er krafa frá Evrópusambandinu að við byrjum strax að stækka báknið og þannig mun þetta halda áfram. Heldur þetta sé svona almenn vitneskja? Nei, hvarlar ekki að mér og miðað við hvað sko ráðherrar og stjórnarliðar hafa verið sko harðir á því að afneita aðlögunarstyrkjónum sem að komi hingað á sínum tíma. Þá held ég að það sé alveg ljóst að þau munu gera það sem þau geta til að hafna þeim staðrendum fram með 29. ágúst. Já, og það er liggur fyrir að það þarf að búa til nýja stofnanir og þessir styrkir sem eru voru afneitað en eru nú svona geta ekki afneitað lengur vegna þess að þetta er auðvitað bara til upplýsingur þetta. Það eru fleiri stofnanir og það þarf að þýða. Allt byggðið. Og núna eru nú flesti þýðendur í Íslandi ansi uppteknir í hælisleitendamálum, en gott og vel, en þetta er allavega staðreind að hér verður bara allt, ef fólk segir já, að þeir alltaf verður að segja við séum bara einhvern veginn að skemma fyrir með að segja nei. Sko ég held að við verðum líka einhvern veginn kannski ég held að fólk kannski megi alveg átta sig betur á því
hvaða því allt sé undirlagt. Já. Og það auðvitað það að ef þú ert að búið til nýja stofnani, þú ert ekki að gera neitt annað í þinginu, við sáum það bara í stjórnskipun og eftirlitsnefnd, eftir þetta kom inn, það sko fullt af málum, það komst ekki annað að því þau settu bara forgang að klára þetta. Og svo segja alltaf við getum gert 21, nei, greinilega ekki, vegna þess að það mun allt stoppa og við erum búin að sjá það. Þannig að það kannski það sem við þurfum að líka benda betur á. Já. Og ef þau halda því fram að þau geti gert 21, þá eru þau að sko draga fram þá staðreind að þau hafa alveg svo sannarlega ekki geta tekið efnahagsmálin föstum tökum á meðan þau gerði eitthvað annað hingað til. Nei, klárlega ekki. Þannig að ég svona óttast nú að þetta sé svona svolítið ofmat á eigin getu ef þau halda því fram að þau geti verið í aðlögunar vinnu við Evrópusambandið á sama tíma að þau ætla að gera nokkuð skapaðan hlut sem gagnar af í öðru samhengi. En hvað segir þá það þegar að þau segja að þetta sé ekkit óafturkræft? Segjum að, ok, við förum í þessa aðlögun og byrjar september og við setjum á fót hérna, ráðum inn einhver 1000 opinbera starfsmenn og setjum á fót þessar stofnanir og allt þetta. Ég meina, sagan sýnt okkur, hver eru líkurnar á að, ef við förum ekki inn í Evrópusambandið, þetta er ekkit óafturkræft, en mun þessi ríkisstjórn leggja niður þessar stofnanir aftur? Nei, þetta verður bara eins og í COVID-tímabilinu, þar sem þessi gríðarlegu ríkisútgjöld sem var mikil sátt framan af, en svo þetta voru menn allt of seinir til að stíga bensíngjöfunni. En það sem gerðist og hefur verið svo alvarlegt er að það var eins og COVID-útgjöldin mynduðu bara nýtt gólf fyrir ríkisútgjöld og svo hélduðu áfram að vaksa ofan á þær tölur. Þannig að ég held að þarna verði bara til aukið umfangins opinberra banksins sem að verði nýji veruleiki okkar og síðan verði byggt ofan og það áfram. Já, ég óttast að það sé 100% rétt hjá þér. Já, heyrðu en það fyrir að styttast í teipinu hjá okkur. Já. En það er fullt af atriðum sem að við eigum eftir að koma inn á, þannig að aldrei að vita nema að við setjum sér til aftur niður við mikrofónin áður en að ágúst gengur í garð. Já, ég var náttúrulega mjög áhugasöm að fara líka aðeins betur yfir í mögulega næsta þætti. Svona hvernig reglugerðarvæðing Evrópusambandsins hefur víðar heldur en bara í tækniheimunum dregið Evrópu aftur úr öðrum heimsálum. Já, það er slegið. Ég held að það sé atriði sem að væri mjög gott að reyna að ramma inn og setja fram á mannamáli. En ef við ekki að segja þetta gott í dag. Herri, engin spurning. Bara takk fyrir að hlusta og horfa. Við verðum hér aftur fljótlega með annan þátt í seríunum Baráttunum Ísland, en við látum þetta gott heitt í dag. Takk fyrir okkur. Bless.